Ólöf Kolbrún Harðardóttir, sópransöngkona, tvímælalaust ein af reynslumestu söngkonum og söngkennurum Íslands. Hún hefur kennt í meira en 3 áratugi og ég lærði reyndar aldrei hjá henni sjálf en ég hef alltaf vitað af henni, þessum fræga kennara sem hefur kennt svo mörgum söngvurum sem að syngja á Íslandi og erlendis og sumir hafa orðið atvinnusöngvarar eins og til dæmis Þóra Einarsdóttir, Auður Gunnarsdóttir, Valgerður Guðnadóttir, Oddur Arthur Jónsson, Garðar Thor Cortes, Andri Björn Róbertsson og fleiri. Hvað gerir hana að svona góðum kennara? Við skulum sjá til hvað hún hefur að segja. Já, ég held að það er náttúrulega, það er engin ein algild regla sem þú notar fyrir alla. Þú veist náttúrulega að byrja á því að finna út hvað þú með höndunum, hverslags bæði hvaða raddefni viðkomandi hefur, en líka leið hvaða karakter hann hefur að geyma, hvað vill hann, hvað er þetta að ganga langt með hann, hvað er þetta að já, en í öllum tilfellum, og það er ekkert, ég trúi ekki að það að maður læri einhvert eitt system og yfirfæri það svo yfir á nemendur sína eða yfir á söngvara yfirleitt. Heldur sé svo margt sem býr í einni manneskju sem ætlar að vera bæði að nota röddina sína og að vera túlkandi, koma fram og hafa allt þetta sem þarf að vera á spýtunni. Það er svo margt sem að hangir á henni til að hlutirnir virki og fólk geti meikað eins og sagt er. Að með hverjum og einu verðum maður bara að vinna rosalega nákvæmlega. Þetta gengur maður á vissan hátt út frá því sem maður kann sjálfur. Og það er það sem maður ætlar að miðla. Og leitar í reynslu, leitar í til dæmis það sem kennarar mínir hafa sagt og ef til vill tipla maður á þessu öllu einhvern tímann í ferlinu en á einhverjum punkt ertu búin að átta þig á því hvað söngvarinn hvers hann er megnugur og hvernig best að láta hann fungera. Maður sér stundir nemendur sem að maður er pínlítið efinsum í kennslustofunni hvort að hvernig verður hann þegar hann kemur fram og svo kemur þú fram með nemanda og þá sérðu eitthvað allt annað þegar hann treður upp á tónleikum að það allt í einu lifnar að hann kemur eitthvað sem hann gat ekki endilega sýnt í söngtímum til dæmis. Og þess vegna eins og ég alltaf sagði svo mikilvægt að nemendur fá að syngja sem mest á tónleikum og koma fram og mæta ásjónu margra í einum sal og það er svo margt sem hefur áhrif og maður smittar mann af nærveru sinni. Og þá gerist líka alveg rosalega margt sem að maður getur svo í næsta tíma eftir tínt til, farið yfir, sagt þetta var alveg svakalega gaman að sjá hvað þú gerðir svona og svona og förum svolítið í þetta. Þannig að það þarf að, eins og ég segi, það þarf að vinna rosalega einstaklingsbundið með hverjum nemanda. Og það þarf að auðvitað passa alla stöðuna, það þarf að passa öndunina, er hún eðlileg, er hún einhvers staðar föst, er hún á grunn, okkur hættir nú svona dagstaglega til þess að anda mjög grunnt og það þarf auðvitað að taka alla þessa hluti í gegn og byrja á þeim og vera sífellt tifandi á því hvað við þurfum líka að fara í. Við þurfum átt okkur á því að fólk er á misjafnlega auðvelt með að bera fram texta til dæmis eða bara yfirleitt að tala skýrt sem er náttúrulega hluti af þessu. Og það þarf að fara í það þarf að benda nemandanum á af hverju þetta hentar ekki að syngja í staðinn fyrir og svo framvegis. Og það getur verið alveg óskiljanlegt fyrir nemanda að átta sig á því í byrjun hver er munurinn á og og útskýra það á þann hátt samt að það sé ekki ekki áreiti við nemandann, heldur að reyna að leiða hann í þetta sem eðlilegast, kannski pínlítum leik, kannski einhverju þannig að þetta verður honum eðlilegt og hann segir allt í einu, já, þetta er líka miklu betra. Nú er þetta svo laust, nú finn ég ekkert fyrir þessu eða eitthvað slíkt. Og svo mikið atriði að ná nemandanum með sér, láta hann hafa frumkvæði, hafi hann heyrt eitthvað, kemur og segir, vá, ég hlusta á einhverja aríu með einhvað svo rosalega
að syngja þetta, get ég gert það? Ég reyna að hafa verið reglu, ég segi aldrei nei, það kemur ekki til mála. Heldur segi alltaf, sko, pröfum, sjáum hann. Og þú finnur, og við finnum í sameiningu hvað við komumst langt með það og hvort það er eitthvað sem þér myndi henta og nú svo getum við þá, getum lært það, svo getum við tekið þetta upp eftir 2 mánuði og sjá hvort það gæti sést betur. Þannig ég held að svona kennsla, eins og ég segi, þú getur ekki troðið neinu ákveðnu systemi, það þarf alltaf að vera þarna, við þurfum að hafa góða öndun, þurfum að hafa góða stöðu í líkamannum, þurfum að hafa textan, við þurfum að hafa lausamótun í tungunni, við lenti nemendum sem eru bara þannig að þeir eru jafnvel sko með einhvers konar mælgi sem tungan gerir og það þarf þá að vinna í því og það getur þurft að vinna með einum og einum nemanda mjög mikið í sambandi við tungu, mjög mikið í sambandi við kjálkahreyfingar, en svo getur annar nemandi komið og það er bara, það liggur honum allt opið. Tungan liggur laus, tungan ber fallega fram, notar lausan kjálka og allt þetta, svo þetta er svo misjafnt, engin tveir eins. En gerurðu öndunaræfingar með nemendum eða vinnurðu öndunina meira syngjandi? Þá eða bara... Já, ég held að ég vinni alltaf öndun meira með söng. Ég hita upp auðvitað og ég læt auðvitað þegar ég finna, ef að öndun er ekki eðlileg, þá vinn ég sérstaklega með hana. Maður getur látið fólk leggjast á gólfi, maður getur sett það upp í vegg til þess að laga stöðuna og gert æfingar. Það kemur fyrir að auðvitað þarf maður að gera sérstakar æfingar með eitthvað sérstakt atriði, svo sem eins og öndun. Svo sem eins og tungu og kjálka og svo alls konar við vitum hvað söngurum er tamt að þeir eru alltaf að gera eitthvað með öxlunum og handleggjónum, það eru ósjálfráð viðbrögð og þú segir þetta að nefna ekki að ýta öxlinn alltaf svona upp þegar þú ferð upp á ávatúni. Ger ég það og viðkomandi finnur þetta ekki. Eða hann eða hún kannski sér á þessu vídeó. Þetta er satt. Og sástu hvað, þú varst alltaf að klípa í buxurnar þínar allan tíman. Allt þetta eru náttúrulega svona atriði sem þú getur kannski tekur alveg svakar tími að taka bara í gegn. En þetta er ekki þannig að þú byrjir endilega alltaf, ég byrja yfirleitt að við hitti nemanda þegar ég hitti nemanda í fyrsta skipti. Þá fæ ég hann bara til að syngja við mig. Og svo vinn ég út frá því og þar kemur þá stundum voða margt inn. Leið kemur öndunin, úthaldið. Ég meina nú hlustar fólk mikið á músík og maður hlustar á músík þar sem að söngvari andar, sérstaklega í poppinu, er það mjög algengt að fólk bara andar út allt og það er ekkert sem heitir einhver frasering eða tónhendingamótun, það er ekki til. Það er eitthvað sem við lærum og við gerum og við þurfum líka að skýra það oft út fyrir nemandana af hverju er það mikilvægt. Að hafa einhverja ákveðna tónhendingamótun. Gera honum grein fyrir það hangir saman við línuna sem tónskáldið skrifaði og textan sem hann skrifaði við. En þú veist eins og mörgum er tamt að vera bara anda og finna aldrei og það er þessi grunnaöndun, hún er ótrúlega algeng og auðvitað þarf að vinna með hana. Og læturðu nemendur syngja skala og arpeggio og svoleiðis æfingar? Já, ég geri það, ég geri mjög mikið af svoleiðis, af upphitun og byrja oft með snemma dags, þá byrja ég bara með stuttar, ég byrja mjög mikið ofanfrá alltaf til að finna að nemandinn geti kveikt í höfuðtónunum og komið með hann niður. Það er stundum erfitt að byrja neðanfrá og draga upp því þá er viðkomandi til að draga hálsinn með, draga röddina upp og með brjóstregisturinu. Gott að vinna út frá ofanfrá niður, ekkert endilega hæst, heldur bara ofan í miðsviðinu og taka niður. Hvar myndirðu þá byrja til dæmis með sópran? Ég gjarnan svona í upphitun, svona hafri upphitun á morgni til dæmis, þá myndi ég gjarnan byrja bara svona einhvers staðar sirka í, svona milli miðsviðs og miðsés og næsta og fara en jafnvel að teygja niður. Alltaf að binda og læra strax að binda miðsviðið
brjóstregistrið. Þannig að það myndist ekki gat þarna sem er líka ótrúlega algengt. Já. Að kunna ekki að brúa milli brjóstsviðs og miðsviðs og svo aftur náttúrulega brúin milli miðsviðs og þetta þarf allt, í þessu þarf öll að hjakka svolítið. Já. En nota bene, sumum liggur þetta gjörsamlega eðlilega. En það koma þessi tilfelli þar sem hún verður að taka þetta í gegn og þá er maður bara í því. En hvernig finnst þér til dæmis að kenna sópran, söngkonum, mezzosópran, tenor, baríton, bassa? Kennir þú öllum raddtegundum eða þú sem sópran finnst þér þægilegra eða auðveldara að kenna sópransöngkonum eða finnst þér að ekki skipta neinum máli? Nei, ég treysti mér alveg til að kenna þessum röddum. Ég lærði sjálf svolítið út frá því að miðsvið raddarinnar er kannski aðalsvið raddarinnar og það er það sem við notum til að tala með. Já. Og ef þú vinnur út frá því í báðar áttir, þá er þetta pínlítið bara eins og að æfa ballett. Þú þarft að hita upp í miðsviðinu og svo þarft að vinna í báðar áttir og mýkja þetta alla leið og það er hægt að gera þetta með tón fyrir tónæfingum og það er hægt að gera þetta með brotnum skölum og stundum er brotnir skalar það gott að byrja á þeim en aldrei að gleyma því við verðum að æfa líka tón fyrir tón æfingar og fara alla leið, taka miðsvið, byrja í miðsviðinu, fara upp, koma niður, fara aðeins ofar, koma neðar og eins og ég segi, ég finnst þetta hefur alltaf haft svona áhrif á mig eins og þetta væri bara svona líkamsuppbytun eins og þegar þú hitar þig upp til þess að geta dansað eða... Þú varst í ballett sjálf. Já. Og það hefur alltaf, það hjálpaði mér mjög mikið. Þetta bæði í sambandi, ég var náttúrulega að dansa í ballett í 12 ár. Já. Áður en að ég fór að svona alvarlega að læra að syngja. Og finnst þér mikilvægt fyrir söngvara að líka, að svona rækta líkamann eða vera í dansi eða vera einhvers konar líkamsrækt? Já, það er mjög mikilvægt. En finnst þér einhverjar svona tegundir líkamsræktar betri heldur en aðrar? Ég meina, mér finnst bara kannski mæli ég helst með því að fólk fari í einhvers konar sjálfri finnst mér mjög gott að vinna í Pilates, finnst það mjög gott. Já, margir söngvarar eru hrifnir af. Og það er bara, mér finnst það vinna svo vel í öndunni og þess að hafa djúpa og slaka öndun, þannig að en það er svo margt sem það er til og þetta er orðið svo fjölbreytt í dag, fólk finnur sér ævinlega eitthvað, allt sem er samt þannig að það herðir, það stífar öndun og stífar vöðva, það finnst mér ekki henta í þetta. Svo er líka, við höfum notið þess hérna í söngskólanum að fá hana Sibyl Urbansits til okkar og haustin og aftur á veturnar með Feldenkrais sem er svona eins og unnin svolítið líkt Alexander-tækni en öðruvísi, pínlítið meira innanfrá með huglægu atferli inn á við í vöðvana sem er rosalega gott og mér finnst sjálfur mjög gott að nota það með. Já, segðu mér því að Andri Björn Róbertsson, hann söng nýlega á sönghátíð í Hafnarborg og alveg frábæra tónleika með Ástríðöldu og hann byrjaði mjög snemma að læra hjá þér. Já, hann var bara 9 ára gamall. Já. Hann byrjaði í fyrsta sóprani. Og hvernig kom það til og hvernig gastu kennt einhverjum sem var svona ungur? Hvernig fórstu að því? Við unnum með þessu systemi sem við vorum í Langholtskirkju, þá fengu krakkarnir áttu þess kost að koma í söngtíma og yfirleitt byrjuðum við með þau svona 3-4 saman í tímum. Og það voru þá krakkar sem voru í kórnum? Já, bara beint úr kórnum og þetta var gert einu sinni í viku og farið yfir, unnið alltaf út frá því sem þeim voru að syngja, nota textan, kenna þeim munin á því að hvernig þau gátu gert textan þannig að við skildum hann og það er rosalega gaman að kenna krökkum. Og mér finnst það mér finnst það líka bara mjög interessant að taka ungt fólk, unga krakka og kenna þeim að nota röddina. Já. Því þau eru svo móttækileg og þau eru svo tilbúin að herma eftir manni. Já. Og auðvitað þarf maður þá að gæta þess að gera hlutina rétta þannig að það sé þess virði að þau hermi eftir manni. Gæta þess. Er nálgunin þá, finnst þér að vera öðruvísi? Að tækninni þegar þú ert að kenna
börnum heldur en þegar þú ert að kenna einhverjum? Já, hún að því þetta öðruvísi, þú ert ekki með neinar erfiðar æfingar og getur aldrei neitt sem að reynir á. Það eins og þegar maður að vinna með drengjum sem eru sópranar. Já. Og ég vinni með nokkur sem að hafa byrjað sem sópranar og enda sem baritónar eða tenorar. Og það má aldrei þvinga neitt til að verða til. Það má ekki þvinga til dæmis þegar að strákur þegar það að byrja að kveikna karlmannsröddin hjá honum, þá getur bara unnið með þann bút, stundum það bara 5 tónar. Já. Og þá getur við haldið áfram að vinna þann kafla og svo hefur við gjarnan unnið sópranröddina og meðan hún þarna. Já. Og hún misjafnlega lengi. Það ekki hægt að segja þú ert að hætta þessu 12 ára að hætta þessu 13. Nei. Þú verður að finna út úr því með hvern og einn. Það svo misjafnt. Og þannig að þeir geta Andri Björn hann allavega söng alveg í gegnum sína breytingu. Já, algjörlega. Og því að sumir strákar verða bara hræddir þegar þeir fara í mútur og bara jafnvel hætta að syngja. En hann byrjaði bara í fyrsta sópran og svo lækkaði hann. Já. Og þegar hann var 13 ára þá var hann kominn niður í þriðju rödd í þrískiptu. Já. Sem sagt í lægstu rödd í 3 radda söng. Og þegar hann lauk því vorið þá fann hann sjálfur, hann gat ekki lengur Já. Og við tókum hann haustið inn í fullorðinskórinn í kirkjunni sem náttúrulega hefur verið einn aðalkórinn af öllu þessu systemi. Og ég sagði bara við hann, þú sest bara þarna, þú ertu með tenorana á aðra hlið og baritónana hinum megin eða bassana og finndu sjálfur hvað þykir þið þægilegt að gera. Og hann söng alltaf með bara eins og hann gat og þó var þægilegt, rembdist ekki neitt, það að segja ekki að fara á hátt. Og svo smátt að leystist þetta sjálfur sér. Já. Hérna leið honum betur, heldur hérna megin. Nú stórmerkilegt starf sem þið unnið hjónin í Lambhúskirkju og ég því mér var aldrei í þessum kórum, en það hefði verið gaman. En hvernig var þetta til? Var þetta eitthvað svona úthugsað frá byrjun eða þróaðist þetta? Þá ég að tala þessa ólíku kóra og söngkennsluna. Já, ég held bara að auðvitað byrjaði Jón hann uppalega með óskup venjulegan kirkjukór. Já. Og hann setti mjög fljótt af stað, mjög metnaðarfullt starf. Og þegar þú ert með svona hóp þá finnur þú líka að þú þarft að, hann var kannski að byrja með mjög fullorðnar raddir en hann var teygði sig eftir yngri röddum og smátt, náttúrulega hann hafði verið með barnakór áður líka og var með það bæði í Vogaskóla og í Árbæjarskóla þar sem hann kenndi. Og smátt tekur hann inn í kórinn alveg niður í 14 ára og aðalega stelpur þá en svo koma drengir inn. Og ég meina honum fannst þetta bara mikilvægt að setja af stað svona kórskólastarf þar sem var hægt að bjóða öllum upp á og ég meina það endaði niður í því sem það er niður í smábörnum, niður í 4 til 7 ára sem að sýndi sig að var náttúrulega mjög uppbyggilegt og líka skemmtilegt. Það náttúrulega þetta er voða mikill leikur í söng eða söngur í leik og smátt þá skiptist þetta í deildir. Þegar við voru 7 ára þá komist þau inn í það sem hét kórskóli, svo fóru þau inn í fúturíkór og gradualikór á endanum og svo jafnvel þeir sem kláruðu og útskrifuðust úr gradualikór fóru inn í kirkjukórinn og svo var það aftur til seinna þessi nóbilikór og þá valdi hann það fólk sem hann hafði unnið með, oftast frá Blötubassbeini, sem honum fannst virkilega vera sjálfsyngjandi fólk sem hafði þá lært eitthvað og gat lesið nótur og svo framvegis. Og margir atvinnusöngvarar hafa komið mjög margir sem hafa, og það var algengt að þegar þau voru búin með þetta nám sem við buðum upp og alveg upp í grunnpróf í Lambhúskirkju. En grunnprófið var alltaf tekið á vegum söngskólans, þá nutum við þess að nota þar prófdómarana sem koma þangað. Og smátt komið sér krakkar í skólan og mjög margir hafa útskrifast héðan á söngskóluna sem einmitt komu upp úr
krúttakór í Langholti. Já. Mjög margir. Já. Heyrðu, þetta stórmerkilegt starf og mjög áhugavert. Ég gæti held ég verið allan dag að spyrja þeim spurninga en ég held við kannski sláum botninn í þetta núna. Já. Þannig að þakka þér kærlega fyrir þetta viðtal mjög fróðlegt og skemmtilegt og til hamingju með allt þitt frábæra starf. Takk fyrir, kærlega, takk.